Hæfnisetur ferðaþjónustunnar, samtök ferðaþjónustunnar og markaðsstofu landshlutana standa fyrir örþættinum í stuttu máli. Kristján Guðmundsson heiti ég, kemur frá markaðsstofu Vesturlands. Hjá mér Erla Ósk Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri sjálfbærni og menningar á Símanum. Hún var hjá okkur daginn í menntamótnum. Hún ætlar aðeins að fara yfir málið með okkur. Erla, þú ert með erindi ný kynslóð og aðra væntingar á menntamótni. Segðu mér, hvaða væntingar hefur ungt fólk til vinnu í dag? Já, það nefnilega áhugavert að skoða sérstaklega þessa setakynslóð sem er margum rædd. En þau vilja vinnustað sem býður upp á inngildandi menningu og þau fá tækifæri til að skapa. Þau eru frumkvöðlar í eðli sínu og árangursdrifin. Þannig að það er svona okkar hlutverk sem erum að leiða vinnustaði í dag er svolítið að mæta þessum áskorunum og hjálpa þeim að vaxa og dafna og þar er starfsþróun og tækifæri í algjöru lykilhlutverki og menningin líka og sömuleiðis þessir þættir bara eins og fjölbreytni og slíkir hlutir. En það sem er kannski krefjandi varðandi þessa kynslóð er að þau hafa ekki þessa reynslu af vinnumarkaðnum eins og við flest sem þegar við fórum í okkar fyrstu alvöru vinnu að þá vorum við kannski búin að prófa 2-3 vinnur áður, eitthvað sumarstarf, vinna í eins og ég í Stykkishólmi, vinna í Rækjunni eða eitthvað slíkt, að þau hafa litla sem enga reynslu og þar af leiðandi kannski ekki svona eðlilega mynd af vinnustöðunum og þá þurfum við svolítið að útskýra fyrir þeim bara eðli starfsins, vinnuumhverfisins, vinnutíma og vera svolítið skýr með væntingar og bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar starfana sem við erum heldur ekki vön kannski sem stjórnendur að vera alveg bara með allt upp á borði hvað þessa hluti varðar. En þetta eykur líkurnar á að þau lendi betur inn á vinnustaðnum og upplifi minni kvíða og óöryggi í starfsumhverfinu. Þannig að þetta er svolítið samspil kynslóðana sem við þurfum að finna út úr saman þannig að þetta ná að ganga vel og þau verði ekki strax farin út bara eftir fyrstu vikuna. Hvað heldur að sé sem að veldur því að þið fari oft fljótt í annað starf? Er það ekki nú þolinmótt að vinna þessu upp? Ég held að þau mæta á vinnustaðinn og upplega kannski að það sé ekki tekið nógu vel á móti þeim og þau viti ekki alveg hvernig þau haga sér þannig að þau þurfa meiri leiðbeiningar og þau eru kannski heldur ekki jafn sterk og aðra kynslóðir í bara mannlegum samskiptum af því að þeirra heimur hefur verið bara stafrænn og samskiptin þeirra eru 75% stafræn þannig að þau þurfa líka þjálfun í samskiptum og það getur bara reynst bara mjög flókið ef þau fá ekki stuðning við það. Mest áhugavert í erindinu hjá þér að þú komst aðeins inn á fyrstu dagana í vinnu. Getur þú sagt mér aðeins hvað við getum gert til þess að taka betur á móti þessu unga fólki þegar það byrjar í nýrri vinnu? Já, mér finnst náttúrulega bara algjört lykilatriði að fyrsti dagurinn sé góður og að stjórnendur sé búin að hugsa út í ekki bara fyrsta daginn heldur fyrstu vikuna og helst fyrstu 3 mánuðina og hvað eigi að gerast á þessum tíma og þetta bæði getur verið bara checklist og tól fyrir bæði starfsmann og stjórnanda til að hjálpa viðkomandi að komast inn í starfsumhverfið og þarna er líka bara hægt að vera með spurt og svarað þannig þau geta auðveldlega ná sér í upplýsingar og svo þetta varandi endurgjöfina líka. Algjörlega. En hvernig finnst þér svona kannski stjórnandi vera að mæta þessum þörfum sem það hlýtur að vera mjög misjafnt. Það eru þessar mismunandi kynslóðir á vinnumarkaði. Hvernig finnst þér almennt stjórnandi taka móti þessu unga fólki? Ég held á þessum tímapunkti þurfum við að hugsa bara hvernig er vinnustaðan samsettur í dag. Þetta eru núna 4 kynslóðir sem eru inn á markaðnum og inn á vinnumarkaðnum og við þurfum að tryggja að það sé gott samspil milli kynslóðanna. Það er algjörlega bara krúsjál. Og það er núningur á milli kynslóðanna af því að það eru mjög ólík viðhorf og væntingar og svona, hvað maður að segja, svona vinnusiðferði mjög ólíkt. Þannig að við þurfum sem stjórnendur að þjálfa okkur. Við þurfum að passa að sitja ekki eftir og skilja hvernig við getum leitt svona fjölbreytt og fjölkynslóða teymi og hvernig við getum náð í besta út úr þeim og stuttu. Og eitt af því er að allar kynslóðir hafa tækifæri til að þróast í starfi óháð aldri. Og niðurstaðan rannsóknar sýnir að vinnustaðir eru ekki að sinna þessu nógu vel. Það er bara 40% sem eru að upplifa það sem þýðir að helmingur starfsfólks inn á vinnustaðnum upplifir að það sé ekki að vaxa og þetta er svo mikið lykilatriði bara í starfsánægju sem hefur svo áhrif á ánægju viðskiptavina.
algjörlega. Bara mjög áhugavert og ég hvet bara fólk til að kíkja inn á hæfni.is og kynna sér þessi mál aðeins betur og þar líka inn á hæfni.is hægt að finna fleira stuðningsefni sem hægt að nýta sér fyrir stjórnendur. En við þökkum fyrir okkur í dag.